Verið velkomin í Podcastaland. Eiður, þú voru að gera eitthvað nett úr þessu. Þið getið spurt spurninga af hverju eru úlingar í setti, hvað menn eru þetta og hvað að gera, við viljum ekki fara yfir alveg strax. Við ætlum að byrja á því að biðja ykkur að fara inn á alla miðlana. Þið þurfum að hjálpa okkur, við þurfum að fara ofar á alla lista, við þurfum að fara inn á podcast appi, Spotify, ég held að sé ekki takt að like hann Spotify appinu, jú, er þetta follow kannski? Já. Og fylgja okkur á samfélagsmiðlum, fylgja okkur allstaðar, koma okkur ofar upp, þið voruð að missa af Byrtu CBD sponsinum, þannig að núna ef þið setið inn podcastalinn í checkout þá bætist 20% ónaverðið. Það bara svona dílinn, skilur við. Ef þú missir af dílunum þá þá hækkar verðið, skilur við. Og þetta bara you snooze you lose, það þannig. En við kannski setjum þetta inn aftur. Með mér í setti eru menn sem ég hef ekki hugmynd hvað heita. Já, við erum að kynna og stölir. Og sko, ég ætla aðeins að fara basically yfir þessa sögu í snöggumáli, en það er síða sem heitir Podcastalinn Memes, sem sjáðu hvað þarf lítið til að komast í viðtölu þetta, sko, sem maður býr bara til eitthvað memesíðu og það sem gerist að það búið til Podcastalinn Memes og það svona alltaf leyndardómur það hver með Podcastalinn Memes, en ekki þannig, skilur við förum að fá þráhyggju fyrir ég og Podcastalinn meðlumir og við förum að benda okkur annan, við erum bara, þú ert með þetta, nei, þú ert með þetta og síðan erum við basically farin að árita Robba sem frammi að vinna í tæknimálum og það var bara komið svona innanhús erjur í gang, af því að við vorum vissum að næsti maður væri með þetta og síðan bara gleymum við þessu einhvern veginn og Podcastalinn Memes eitthvað að stríða okkur og eitthvað að segja að þið munu aldrei komast að eitthvað þetta og síðan var það basically mamma eins þeirra sem mamma, hvað heitir þetta, Siggi? Aron. Siggi! Aron, ekki? Joke. Ekki joke, sorry, ég er með mjög lélegt minni. Allavega, mamma þín sendir mér skilaboð og við slum byrjaði að fara þetta. Mamma þín sendir mér skilaboð og ég bara, hæ, við vorum alltaf búin að fara yfir þetta en við ætlum að fara yfir þetta aftur þetta sem myndið. Mamma sendir mér skilaboð og bara, hæ, Aron eitthvað, bla bla bla, er að vera tvítur og ertu til að óskunni til hamingju afmælið, hann aðdáandi og hann meiri segja með síðu podcastið og ég var alveg strax bara ok, Podcastalinn Memes fucking snitsað af mömmu sinni, hversu ideal og við vorum sko í smástund að því að ég get skoðað svona message í others áður en að fólk, þá get ég bara valið hverjum ég svara en síðan ætlaði ég basically að því fyrst sendi ég þér skilaboð og ætlaði að stríða þér síðan áttur afmæli og maður eitthvað leiðilegt, skilur síðan var ég bara, herri, og ég verði náttúrulega að senda honum kveðju og og þá mamma búin að eyða skilaboðunum og þá hefur það verið mér langar svo að vita hvernig var díalógurinn með mömmu tókstu, mamma? Mamma? Ég trú ekki á því. Þetta var svona það var hádegismatur í vinnunni og mamma eitthvað á leiðinni heim. Já. Aron, varst þú ekki með eitthvað svona meme-síðu? Já. Jú, ákveð spyrir mig út í það. Bara, það var svo skemmtileg hugmynd hjá okkur strákunum. Já, ok. Og síðan gengur hádegi bara og síðan mamma bara eitthvað, síðan fæ ég náttúrulega sent frá þér eitthvað. Bara til hamingju afmæli. Já, ég fæ bara allt í hennu bara eitthvað hæ Aron eða eitthvað, við fóum sendina í Podcastalinn Memes. Það sendi við Snapchat-grúpu sem heitir bara Riddara Memes og sem við sendum fullt af memes á milli, sko, það var hugmyndir. Og hann bara, ég var í paník, bara, strákar, ég bara veit hver ég ég bara, nei, þetta er fucking algengt nafn. Ég var gíska. Ég fór meira að segja inn á eitthvað nefna, ég fór inn á nefna-appi og fór að skoða eitthvað vinsælustu nöfnin. Aron 24. vinsælasta nafni og bara, sjensinn. Ég var líka af öllum nöfnum að hafa giska bara, já, ok, en þú fattar ekkert strax að
Að það hefur verið mamma þinn sem snitsaði? Nei, ég sagði við mömmu náttúrulega bara eitthvað, já, þeir eru ekkert að vita hver við erum, ég skil ekkert hvernig þið fyndi út. Síðan þú veist, þeir eru að keyra aftur í vinnuna, mamma bara eitthvað, það var ég. Já, það var ég setti á MC Gauta. Settur á MC Gauta hvað? Ég setti á hann eftir ammali og senda þér ammaliskveðju og eitthvað, ég var bara, mamma! Veistu það svo beautiful og við vorum sko í alvörin talað að því ég man ekki, við vorum þetta var á sunnudegi, seint kvöld eitthvað svona, þegar við vorum og ég var með svo mikið dilemma, ég var svo miklu bömmir að ég væri eitthvað að starta, ég veit ekki hvernig samband þitt og móðurinnar kannski það bara mega toxíst, skilur og kannski var ég bara búið til einhverjar brjálar heimilserjur, skilur á tvítusammáliðinu. Ég maður, þú varst bara mega stressaði, sko. Ég var bara, fuck, en ég verði samt að gera þetta. Samt sem áður. Herri, gæðið maður. Og síðan líka annað sem ógeðslega fyndið. Hvað, skiptir ekki fokkin máli, skilur að koma staði. En þetta er bara gott. Verið velkonni, strákar. Ég er svo ánægður, ánægður að fá, ég veit ekki, getur við sagt number one fan? Klálega. Sko, þú þarft eiginlega, sko, þegar þú ert að tala. Klárlega. Já, þegar þið eru að fara í dialóg, þá þurfum við svona að skiptast á mækunum. Eru þið að gera rap? Ég er að gera tónlist, sko. Þú ert að gera músík? Já. Ok. Ég er bara, struggling music artist. Já, ég var struggling bara, það sem fólk fattar ekki og heldur einhvern veginn núna, að því maður verður vanur einhverju þegar það er komið í gang. Ég var bara struggling bara til 2015, sko. Já, hvað er sprengjan komið upp? Já, struggling og ekki, ég meina, þú getur horft á þetta þannig, annarkvort horfum maður á hluti jákvætt eða neikvætt. Ég horfði aldrei á það eitthvað, ég er ekki vinsæll eða ég er ekki blá, ég hugsaði bara, djúvillig gaman að gera rap, djúvillig gaman að spila og njóta hvers einasta skrefs í því dæmi. Þannig að ef ég hefði farið strax að bera mig saman við bara erp eða bara einhver bönd sem ég fokkin dýrkaði, þá hefði mér alltaf bara liðið illa frá byrjun. Það er það sem er svo toxic núna, það er allir að bera sig við alla út af samfélagsmiðlum og það. Það er mjög margir. Ég var einmitt að tala þetta bara í gær að hversu brengla það er og ég held að það sé svona megin hluti þess af hverju fólk er bara í stanslausum burnout í vinnum og lífi er bara að þú ert konstant að fokkin bera það saman við næsta mann, en næsti mann er líka miserable, skilur, það eru en birtingamyndi þess á Instagram ég veit að hljóman er svo fokkin gamla en þetta er bara fakt. Birtingamynd okkar á samfélagsmiðlum er bara ekki raunveruleg og ég veit hvað það tala og þetta gerist oft þegar til dæmis bara liðið kannski búið að gera músík í 1 ár og fyrir strax í bara ég vil fá sama pening og þið. Það meikar náttúrulega ekki senn, sko. Sama pening og þið og það er náttúrulega að borga þessum og umboðsmanni og þetta og maður er bara akkurat með fucking umboðsmann, skilur. Bara þú kannt ekki shit, sko. Nei, þannig að, já, en ég er alveg sammála. Það er kannski, þetta er jákvætt og neikvætt. Ert þú að fikta í mæknum eitthvað? Nei. Er þið bara hérna? Nei, minn er eitthvað að fara. Ég er ekki neitt, sko. En þú veist, ok, og þú ert að gera músík. Já. Og ert að gera rap. Já, svona, ég er svona söngrapp meira, sko. Það er svona, svona melodic rap einhvern veginn. Já. Þetta er svona, ég ætti að bera mig saman við eitthvað, þá er þetta svona... Hvað er það að bera það saman við eitthvað? Já, þú talar að bera saman. Er hvað hljóðuna? Já, nei, eina er það alltaf að panast. Þetta er svo ránd, það? Nei, hvað? Ég veit ekki. Þetta væla, það er ekki það sem er? Já, ok, fuck it. Þetta kemur allt samanljós. En viltu benda, hvað ertu með þetta á Spotify? Já, Spotify. Bara Ívar I. Ívar I. Ég heiti Ívar Ingimundarsson. Já, hvað heiti þið bara? Siggi. Já, Siggi. Og Mattias Sigvaldarsson. Mattias. Já, kallaði Matti. Já. Matti B. Raps. Ég heit náttúrulega hvað ég heit. Já, það er Aron, fullt nafn. Matti og Ingi. Ívar. Nýbúinn að segja. Ingi. Ég veist ekki hversu oft ég fæ þetta, sko. Ísak, Ívar mest basic nafn til, sko. Heitir ekki Ívar Ingi?
Ívar Ingimundar. Já, Son. ok, I get it. Já. Er það rappnafnið þitt? Það er bara Ívar í. Ég fíla Basic. eitthvað smá við að menn séu hættir að kalla sig eitthvað syllable flex. En af hverju heitir ykkur í Íslandi, já, hlýtur eitthvað, Lill eitthvað. Já, það er að leikur, Systir mín er eitthvað, Young Karin, það er smá lið. Skrifa hana bara með U. Young. Nei, Young, og Lil Binni, náttúrulega, sem er ókynnslega fyndið, hann náttúrulega er einn fyndast ykkur. Veistu hvað það er? Jú, er það ekki hérna í klubb? Jú, hann er bara natural fucking funny guy. Djöfull hef ég ógeðslega gaman á honum. Hann þurfti að koma ekki sem maður. Já, ég bara 100%. Ég bara fatt ekki bara akkur við erum ekki lengum að setja hann á lista og fá hann yfir. Ég man ekki hver er Lilli, hver eru fleiri lið og eitthvað. Hvað eru rapparanöfn? Heiti ekki allir bara núna? Bara Lilli eitthvað. Nei, á Íslandi er ekki allir bara nafnið sitt, þú veist, svo flestir, ekki Haki náttúrulega. Jú, hann heitir Haki. Heitir hann Haki? Ég veit það ekki. Síðan þú veist, svo bara Króli, heitir hann ekki, þú veist, Kristinn Óli. Já, það er bara eitthvað svona Jópi heitir bara Já, bara Jóhannes MC Gauti heiti Gauti margir sem spurja mig eitthvað, hvað heitirðu, þú veist, heitirðu Gautmundur eða Gautmundur það er sko hægt að heita Gautur. Er það hægt? Já, það er hægt að heita Gautur. Grautur? Þetta er bara, takk fyrir að bara bring back bara childhood memories á þetta dæmi. Varstu kallaði Grautur í mér finnst líka bara, já, ég veit ekki. Ég vil fá aftur rappnöfn inn í leikinn. Já, 100%. Er það ekki? Jú, Þú veist þannig að þú ferði eitthvað svona inn á Wikipedia síðuna hjá liði, hjá eitthvað Skærus eða eitthvað, og þá hefði það Ívar. Ég er bara til í eitthvað svona gangstanöfn. Skærus? Lil, Young. Er það ekki svolítið átt núna, að heita Lill, að heita allir Lill eitthvað, auðvitað er það gott fyrir branding þannig. Þið veitir hver er original Lil? Já, Lil Wayne. Nei. Ekki? Lil Klifumús. Lil Klifumús? Já, það er original Lil Klifumús. Hvað er það? Lil Klifumús? Já. Er það bara einhver barnasaga? Ert að grínast? Ég er ekki grínast. Og þú ert svona gaman? Nei, hann er ekki svona gaman, við erum jákvæmlega. Býta aðeins, förum aðeins yfir það. Ég var ekki googla þetta. Nei. Ok. Og ég gíska bara hvað þetta er. Nei, ég ætla bara. Barnabók. Hefur aldrei heyrt. Nei, hættu, þú ert búin að googla þetta ekki? Nei, ég er ekki búin að. Ok, hefur aldrei heyrt. Hér kemur lilli mann Klifumús. Nei. Dvel ég í drauma höll og... Ekki djókið með núna. Ok, ég er ekki djókið. Er þetta eitthvað teiknumynda? What the fuck? Hvað veitir þið hvað þetta er? Já, dýrin í hálsaskói maður. Já, það er wack maður, okkur ég að fucking horfa á það. Það gengst að shit, sko. Það er það? Já, ok. Dýrin í hálsaskói. Faðmaði mammaði við aldrei og söng hún aldrei. Dvel ég... Þetta er eina lagið sem að íslenski foreldrar kunna. Er þetta leikrit, guys? Já, ok. Er það gengsta að vera með leikrit dýrin í grjóta? Spurja hvað er fucking gengsta? Þetta er bara leikrit, Arnar. Þetta er bara fucking... Ákveð ég að fara á leikrit? Þetta er... Ég sko í alveg tala, mér finnst ótrúlegt. Ég hef ekki farið í leikrit sem ég var píndur bara í grunnskóla. Ég mun aldrei fara aftur. Ég reyndar sko, ok. Leikrit er bara eins og bíómynd sem er léleg. Já, sko, unpopular opinion. Mér finnst Leikhús umöðulegt. Já, mér finnst fucking leiðilegt í leikhúsi. Fólk er bara að fara þarna til þess að þykjast vera betri en aðrir. Ég held ekki alveg. Ég held að sé alveg líka bara fólk sem hefur áhuga á leiklis. En sko, ég hef farið á, veist sko, vandamáli við leiðilega leikrit eru að þú getur ekki farið af því að það er svo mikil þögn. Þú veist. Er þetta ekki bara 5 tíma prógram eða eitthvað? Ég fór á, tjekka á þetta, ég fór á leikrit sem var reyndar fínt leikrit og skemmtilegt leikrit. Það heitir Matilda. Þetta er bíómyndinu Matilda. Já. Okay, það var líka til leikrit. Matilda myndin var, já, maður góð. Gata herbyggi og hvað. Allavega, síðan fer ég á leikritið og leikritið hefði mátt vera klukkutími. Þá hefði ég verið bara briljant, bara til að fara aftur. Það var 3 klukkutímar. Það hálftíma pása á milli og hvað? Það var 3 klukkutímar leikritið og síðan pása. Já, sæll. Það var 3,5 tími og hvernig heldur að börnin mín hafi verið eftir 40 minnur? Heldur að hafi verið kjörr? Ekki sér. Heldur að hafi verið í stuði? Að með ekki verið, að þetta vera þögn. Hvaða fokkin leikrit var þetta? Matilda.
Matilda í 3 ég held allir bara að tala um eitthvað allt annað. Nei. Matilda 90 mínútna bíómynd. Já, en þeir náðu að lengja það í 3 klukkutíma leikrið. Þetta var svona, eins og það, ógeðslega flott leikmynd, geggjaði leikarar, og bara stemming, en bara 2 klukkutíma og langt. Minnst þetta vera svona, þetta oft svona, já, minnst þetta til dæmis vandamálu mikið af bíómyndum í dag. Akkur er þetta alltaf 3 tímar? Drive er besta bíómynd sem hefur verið gerð, út af því að hún er 2 tímar. Hún er 1.40. Hún er 1.40. Ok. Er það ekki? Ég skal gefa Tjekka það. Er hún 1.40? Er ekkert að fíla að tæknumann get lélur að googla. Við Drive, hvað myndi þetta? Bara djúðarmælega með þig. Nei. Ég veit það ekki. Já, ég hef ekki hvað myndi þetta. Oh my god. Strákar, ég veit, sorry, ég ætla ekki að vera gaurið sem af því ég veit ekki fucking bíómyndir. En ég mæli allavega með að þið horfa á þessu mynd. Þetta er Ryan Gosling, peak fucking sexy. Hún er í hárréttri lengd. Það er mikið blóð. Þetta er ekki svona típisk. Sjáðu? Þú vannst. Þetta er perfect lengdamynd. Já, svona mynd líka. Ég er til að sjá Lord of the Rings samt í 3 tíma, skilur mig. Já, auðvitað, en ég væri til að sjá extended version af Lord of the Rings. Ég náttúrulega horfum bara á það núna. Á extended version af myndum? Af myndum? Nei, þú veist, af Lord of the Rings. Horfum bara á það núna? Já, ég horf ekki á stuttumyndunum. En hvar finnur þú extended version? Vá, það er svo langt ég horfst að ég átti bara DFT, sko. Þú áttir þetta DFT? Geðvið stöf, sko. Já, ég veit ekki, DFT. Ég hendi öll DFT-inu mínu. Já, ég er með það bara í bíl. Herðu, við skulum fara í það sem við ætlum að gera. Það eru innsendar spurningar og þið þurfum að vera með mér í þessu, boys. Já. By the way, mér langar samt svo mikið að toucha inn á því bara þar sem þið voru að tala um áður en við fórum á nér að þið perratnir hafi verið að kaupa gúmmírast. Hvað er það núna? Nei, bara, það var ekki að tala meira um það. Mér bara fyndið að Ívar, rapparinn Ívar, fekk sér satt gúmmírast. Já, jólagjöf. Og hvar og gæti ég gert mím í tómáni? Þetta er ekki það góð græja, sko. Þetta er ekki eitthvað þess virðið, sko. Er þetta review bara hjá þér? Ég meina, þú veist, kannski getur bara fengið bara sponsjá bara, þú veist, hvað heitir þetta þér? Ég er nokkuð viss að það vilji engin í heiminum sponsa 20 gaur með gúmmíras. Varstu með VR, Ívar? Varstu með VR? Nei, ég er ekki. Þá er það alltaf bara 20% of the fun. Já, true. Stráðan átt ekki með VR líka. Já, ég er actually horfið, sko. Já, við græfum VR fyrir hann. Já, nice. Herru, spurningar, við fengum innsendar rittara spurningar og að því að þið eruð podcastarinn memes, við ætluðum upprunalega bara fá okkur hingað og taka akkántin af okkur, sko, en Við heldum það einmitt fyrst, sko, þeir eru bara fá okkur og taka það af okkur, sko. Nei, ég vil meira bara hvetja ykkur til að gera fleiri memes, sko. Mér áslutið með Chuck Norris meme geggja, ég var að sjá það núna. Við tölum það bara eftir. Herðu, Arnar, fyrstu spurningar inn í, ég þarf að fletta þessu upp í það. Oh my god. Hvað? Það er einhver gaur búinn að læka svo mikið af myndum að ég get ekki fundið pollið. Gett svona næs vandamál. Já, það er first world problem, sko. Herru, ok, það sem við verðum að gera er að taka örstnögga stutta tæknilega pásu núna. Ok, hvað? Ég finn ekki, ok, sorry, nú þurfum við að hjálpa. Ekki málið. En finnst þú ekki fyndið að hafa þetta bara í þættinum? Nei, Já, bara hérna. Það er ekkert kött. Já, ég fíla það. Story archive og þá ættir að fá þú upp. Já. Þetta var alltaf svo prófið hjá þér aðeins, þú varst alltaf með þetta bara tilbúið og eitthvað. Já, sorry maður. Sem bara kom alltaf mikið að lækum. Já, þetta er hérna, ég fann þetta. Vá maður, veistu hvað? Nei, höfum þetta bara inni. Já. Mér er alveg sama. Fokki langt. Já, fræðibúl. Nei, veistu hvað ég gerði líka? Ég sendi hérna Bjössa TikTok-link í gær. Ég sendi Bjössa TikTok-link í gær og hann postaði því í story og sagði, haha, sjáu hvernig Gauti sendi mér linka. Af því þú veist, ég fór bara í browserinn og gera bara copy og paste, þannig að linkurinn var svona, þú veist, svona viðbjörnslega stór.
Veistu hvað það um? Já, ég bara kann ekki gera hitt heldur. Nei, og eitthvað eins og mér líði eitthvað illa því ég kunni ekki að gera eitthvað TikTok-link. Sorry. Herri, hérna þetta. Innsenda spurningar frá ritturum podcastalans og fyrsta spurning af hverju halda allir að við Íslendingar séum rússar í útlöndum? Heldur fólk það bara? Ég hef aldrei heyrt þetta. Nei. Þetta út af Ingvar Sigurðsson lék rússa í myndast. Nei, þetta ekki út af því að Ingvar Sigurðsson lék rússa í bíói. Hvað heldur heldur virkilega að ég séu bara Ingvar eitthvað svona þú veist að þessi tengja alla Íslendinga og líka bara allir Íslendingar sem tengdu Ingvar Nei, það sem ég meira meina er að þegar hann var, þú veist, kastaður þá var bara, það fá hann bara Íslendinga og þú veist, lítið út þessu rússar en svo þegar Ingvar búinn að leika þá fara fólk, eða fyrir fólk að halda að við séum actually rússar Ingvar lítur ekki út eins og Íslendingur Nei, já, hann lítur út þessu rússi Já, jú, definitív Það bara svona til að láta ykkur vita það var ekki veggjakrót í Varmahlíð Já, ég vissi það, það er umulegt Já, og hann að tala Varmahlíðin daginn og hann var að spyrja veggjakrót er taxi, þetta blá blá hvað besta íslenska rapplag allra tíma? Þetta þarf ekki að vera endilega en bara first to mind og ekki vera meðvirkir með mér Alltaf ef maður slegja ykkur upp sko, þá það Blaze Ski allra tíma rapplag Íslensk já. Það hana, hvað heitir þetta hana, þegar herra og þeir allir voru saman Já, Cypherinn, það fucking ruggla sko. Það ruggla Ég myndi segja það Joey Cypher Já, það gott lag Ég veit ekki ef ég ætta í eitthvað svona Já, það ruggla líka Já, ég bara veit ekki hvað ég myndi velja þarna, sko. Það samt alveg potta eitthvað svona gamalt. Sko, hjá mér að örugla alltaf allt setið þitt og þau tökum það til hliðar. Thank you, my lord. Mér fannst, ég held að heiti Hetjan með Huginn og Herra Netsmjör. Já. Mér finnst það bara lag sem transandar pínu hip-hop, sko. Það ósamlega? Það geggjalag, sko. Það er miklu meiri söngur heldur en rap. Já, þú voru að spyrja bara bars. Nei, bara besta en vannmennsta lag Bóvi með þér. Ég alveg potta Bóvi fokkin illa lag. Það klikkalag. Það var bara, ég var búin að vera aðeins svo mikið andlutinu fólki þegar svo plata kom út. Greinilega, þegar þetta klikkalag og bara fór fram með öllum. En ég ætla on top of my mind langar mig að segja út í game með Byrni. Já, það fórst en ég sem gæti aldrei. Ég fylg afhverju meira. Hæ? Og það segir allir með að spyrja mér finnst það svo fyndið hann er að spyrja sjálf á sig hvað sagði einn í læginu afhverju og að spyrja sjálf á sig afhverju mér finnst það gæðið lag já, ég gæti alveg ég skal einhvern tímann gera bara podcastalinn gerir bara playlista ógeðslega leiðilega playlista en veitir hvað ekkert leiðilega en aðrir sem gera playlista annara manna playlistar Já, ég skil hvað þú meinar. En svo, ef maður er í partí og einhver að spila lag og einhver annar vill geðið mikið sína þér lag. Já. Veitir hvað það sína einhverjum lag? Það svona gauðir sem mæði með gítarinn í partí, sko. Já, stemming, sko. Konseptið að sína einhverjum lag. Hei, tjekka þetta lag. Jú, ok, ég er fokki sigur þetta samt, sko. Já, ég er þetta líka. Og ég fokki bara, hlusta á þetta. Kan ég með demo eða eitthvað nýju lægi? Meiri sem mann bara, back in days þegar við vorum eitthvað bara rúntað Breiðholt, það varst þú alltaf að sína mér eitthvað Slim Thug að diska og Yeezy og eitthvað skilur. Þannig að ég tekið tilbaka. Ég get orðið mín hérna í hring. Herri. Og þú ert líka oft bara að performa lög í bílnum. Ég að lesa allt og ég bara skipa yfir eitthvað? Nei, lestu allt maður. Fætið milli Sauðárkróks og Siglufjarðar er real thing. Það er ekki verið að spyrja henni, það er bara verið að segja. Please taliði og hvað þættina hjá Gauta? Hæ? Það voru þættir sem ég gerði 2013, þetta var svona... Góða þættir það. Þetta voru svona... Ég ekki sem ég heyrst Jó, þetta voru eitthvað svona extreme sport jackass þættir, einhverjir. Ég fekk að... Shut the fuck up. Herðu, nágranni minn er goddamn twat, einhver ráð. Twat? Hvað er það í Breitlandi það? Twat.
twat. Eru þið með ykkur ástrákar? Fucking twat. Já, hvað segir? Nágranniðinni Búið þið hjá foreldrum með það? Núna, já. Þið búið allir á foreldrum, ok. Ok, ef nágranni er twat, ekki bara máli, bara finna bara, þú veist, hundakúk, setja hann í poka, kveiki í hann og dingla. Jú, ef þú ert í í 90s barnamynd, Það er good shit, hafið þið gert það? Einu sinni, þegar ég Þú var hefur yngri. gert það, ok. Bara þegar lítið Ég er ekki að tjóka. Og fylgdustu með gæja stappaðan á þessu það? Ég sá ekki hljópið burtu, sko. Já, varst ekki... Ég var fokkin hræddur, sko. Ég var bara ekki að, þú veist, 7-8 ára, ég var bara hljópið. Ég er ekki að tjóka. Ef að ég myndi, sko í fyrsta lagi, náttúrulega er maður aldrei í skóm inni á sér. Og þannig að ef þetta er gert, þá myndi maður örugglega bara brenna sig. Þú veist ekki að fara að stíga eld bara í sokkunin. Nei, en síðan er annað, ef þetta er gert við mig, og ég myndi fara út í bara einhverjum fresh Jordans, og myndi stíga á hundakúk að því einhver gerði það, ég myndi gera það að æfi starfi mínu að drepa manneskjuna að drepa ég myndi neyða manneskjuna til að éta kúk í kjölfarið ef hún væri minna en ég annars myndi ég Ekki gera þetta við Gutta. Nei, please ekki gera Plana þetta Æ, heil þetta er svo lengi. típist ok, please ekki gera þetta bara ekki gera þetta við neitt hvort myndu freka, þetta er svo lélegt hvort myndu freka fara í sleik við sel eða blautan kött, er þetta ekki að sama? Er selur ekki bara blautan Ég myndi köttur? alltaf aldrei fyrir sleik við sel. En er ekki enn kött, blautan kött? Frekar. Þetta er bara eitthvað býst í eld í spurning, þetta er það ekki ógeðslega spurning, sko. Já, ég myndi ekki gera korrupt. En er ekki selur blautan köttur? Basically, sko. Semmi, blautur hundur? Mér finnst það bara... Er ekki bara hundur í vatni? Jú, Já. meir en köttur. Ég er bara eitthvað, struggling að reyfa sig. Er pilsa í brauði samloka? Nei. Er samloka pulsaði brauði? Ha? Er samloka pulsaði brauði? Ekki að það er ekki pulsa. Akkurat. Ég skil spurninguna, sko. Samlokan alltaf Eitt segir hérna, ég er riddari götunar og síðan er hérna, út af því að þið eru engin snitches. Ha? Disklutu mömmas Arons þarna? Já. Af því að þið eru engin snitches, eru þið með einhver ráð við að hætta í nikotíni? Ég er 15 ára. Árunum er gott. Árunum er mjög gott. Já, ég hætti, ég er ekki að taka sem sagt myndbleiðu. Ég er ekki að taka myndbleiðu í 1. janúar. Ég er bara ekki búin að fá mér í vöruna síðan 1. janúar. 1. janúar? Ok, út af hverju? Bara ég var að hlusta á ykkur og svona. Já, Já, ok. þetta er bókinni, Bara svona- sko. Hlustar á bókina? Nei. Þú hlustar ekki á bókina? Ég var svona Bara nóg að bæði. hlusta á okkur bara. Síðan bara eitthvað, nei, ég er bara að tekið þetta sjálfur, ég nenni ekki að hlusta á þessa bók. Gauti er búin að vera, hvað varst, í 2 vikur? Að lesa bókina? Já. Já, þú veist, ég hefði ekki að hlusta á hana einu kvöldi en ég náttúrulega bara tók það bara hálftími í einu og var að fresta í til þessa en ég, basically, fyrir hann dút sem ég ætla ekki að nefna nafn. Hann var bara að hlusta á podcastaluna. Já. Nei, bara, hlusta á bókina. Hún er geggjuð. How to quit... En hlustaði þú á hann Arona? Nei. Þú hlustaði bara á podcastalan? Já, bara svona... Manst eftir, Þú sagt okkur aðeins frá því? Puttum hann að spó. Ég setti svo dramatíska tónlist. Hann er ekki með headphone. Þesta fannst bara að fyndi það. Ok, þetta er mjög gott. pásum. Já. En þú veist með eitthvað annað í gangi, auglýsingu og líka. Búm. Herri, ok. Þannig að þú hættir út á podcastalunum, það er... Já. Jú. Þetta er bara ándjús, þetta er pain Að taka í vöruna? ánbak, sko. Ánbaks, ennþá. Já. Þú veist að ég er ennþá að ströggla. Ef þú myndir lesa bókina, Já. þá myndir átta á því að það er ekkert pain. Ándjóks. Það er bara, gæti ekki verið auðvöldar að hætta ekki vöruna. En ég var að hugsa, byrjar hann að getur stúdíu. ekki- Í 3 ára. Munnbleið getur komið út á það eða? Og því síðast þetta voru að tala um eitthvað nágranna síðu Já, Eitthvað? í Vesturbænum. Já, í Vesturbænum. Ég tala um hana með hænurnar og Jú, jú, eitthvað. jú. og hjá okkur í gær íbúar á Selfossi, við erum að segja það sko. Þið eru frá Já, Selfossi? með Selfoss City sko. Keyrðu þið það? Já, Já, Hell yeah. Ok, vá. Spila á Starfrock til að koma. Ég er ánægð með það, maður. það var sett já, ertu með þetta? Já, lestu greinina. Ég með þetta. Hvað er þetta inn í eitthvað íbúar samtökin Þetta er á Selfoss? íbúar Selfossi. Ok, Þá hvað var er margir í hérna- þeirri grúpu, bæði við? Ha? Hvað er margir inn í þeirri grúpu? Allir á Selfossi. Það er bara, já. Og fleiri. Hvað er það margir? 8 manns eitthvað. Það er svona margir. ok. Selfoss ég er gaman að Selfoss. Já, það var eitthvað sem að fann svona, bara svona nikotínpúða á jörðinni.
nýju sígarettustubbur náttúrulega og var bara, ég veit ekki hvað á að kalla þetta, munnbleiu. Okkur fannst það ógeðslega fyndið. Munnbleiða, það er eitthvað ógeðslegt. Já, munnbleiða. Já. Okkur fannst það... Já, mann langar ekki það sko. Líka grímundar að kalla hökubleiður. Já. Af því að nennir enginn að hafa lengur grímun yfir nefinu. En munnbleiða er samt on brand fyrir podcastunum. Munnbleiða. Ég verðum alltaf að tala um rassa og skinnhelli og eitthvað. Já. Munnbleiða er ekki bara nafn á þettinum. So far. Munnbleiða. Jú, munnbleiða rittara part 3. Herðu, ég þarf að vita meira andlitslausa Arnar. Býtu? Okay. Ef hann væri bílategund, sjá, þetta verður... Já, ég til í þetta. Okay, ég þarf að... Ég ætla að fá að segja. Já, síðan skal ég segja. Ef ég þarf að vita meira andlitslausa Arnar. Ef hann væri bílategund, hvaða tegund væri hann? Þessi þarf vel að fá sjátt á, þetta er klikku spurning. Þetta er ekki, svona spurning, þetta er góð spurning. Já. Sko, ég var allavega ekki einhver limma, ég get sagt það. Ég væri kannski... Ég náttúrulega langar að segja að ég væri bara Tesla. Já, þú ert það ekki. Nei, ég veit það. Og ekkert eitthvað illa meint. Ég er ekki Tesla heldur, skilur þú eitthvað. Ég ætlaði fyrst bara eitthvað, ég er bara Lamborghini eða eitthvað. Tesla í dag? Ég er Lexus. Tesla í dag? Ég er Lexus. Ég er svona 2008 Lexus. 2008 Lexus? Já, veistu, ég get alveg... Það ekki alveg on-brand fyrir mig. Eða svona gamall góði Benz? Ég er náttúrulega 80 Benz. Ég veit það, gamli góði Benziðinn. Já, ok, ég er dökkbláðu Benz. Og segir af hverju minnast þú vera gamall góði Benz? Það er bara, ég er svo reliable. Já, eða það sko. Þú veist, bara svona, þú veist, bara þegar ég er inn í gömlum góðum Benz, þá er ég örugur. Veist hvað ég tala um? Já, takk fyrir það maður. Og ég er ekki, núna er ég eins og djóka. En mér okkar komið með eitt annað fakt No Face. Ég hef borðað 14 tekeks í einu setting. Þetta, núna fattar hann alveg hver ég er. Já, nú fattar alveg bara. Tekeks? Mjólkukeks? Nei, ég held að þetta er tekeks. Þetta er þarna, í svona appelsínugulu pakkum, ég seti smjör og ost á þetta. Svona havrakeks? Já. Svona sem stór ringur? Nei, svona svo tökk, nema stærra. Já. Það er svona brúnt, svona sætt. Mér finnst það, ok. Smjör og osta. Já. Nei, þá eru við að hugsa sikonlut. En gær, þá keypti ég... Keks, what the fuck, heitir því það? Ég keypti svona kremkeks, veit þið hvað það er? Já. Það er svona frón eða eitthvað og þetta er svona kassalaga, já. Og þetta er svona stór pakki og það er alltaf brotið keksið. Já. Og ég borðaði svona 8-9 þannig keks í einu. Er það sikk, eða? Nei, það er bara mjög aðlægt. Hvað segir þú? Einu munnbita. Nei, ekki einu munnbita. Er þið tilbúin í næstu spurningu? Já. Ef borgir í USA varu yfirfærðar á Ísland, hvaða borg væri til dæmis Akranes? Er það meðan við USA? Já, Arkansas. Akranes. Alabama. Gaurinn segir Akranes Chicago, spurningamarki? Chicago er klárlega bara fellarnir, sko. Er ekki Akranes bara smá þegar maður fór til Bandaríkjanna og varst eitthvað að keyra milli? Jú, þetta er bara eitthvað svona... Nei, þetta er ekki fýtt bara. Nei, ekkert eitthvað... Ég hef ekki... Já, þú veist, er þetta ekki bara heimili hvalfjarðargangana? Jú, smá, eða þú veist þannig. Ekkert eitthvað... Mér er skemmtilega að fara í hvalfjarðargangin heldur en Akranes. Mér finnst alveg ágætt að fara á Akranes, skilur, en ég er ekkert... Og það er líka geðveik hátíðar á hverju ári. Hvað hátíð? Lopapessun. Yey. Það maður út að hlusta tónlist. Nei, þú getur verið inni í húsi eða inni í tjaldi eða úti, þú getur ráðið. Herri, þú náttúrulega hatar bara allt sem er ekki, mér finnst það ótrúlegt bara, já, mér finnst bara ótrúlegt. Það er ekki segja mikið mér. Nei, ég veit að ég ætla ekki að segja mikið. Ég fattaði það að ég var alveg svona, ég var næstu búin að segja eitthvað. Herri, hversu oft hefur MC Gauti sett byggingar iðnaðarmenn í lögin sín? Pípari, múrari og fleira. Ég má bara eftir einu lagi þar sem ég segi pípari og múrari. Í sama laginu. Já, það er ekki bara, hvað segja hérna... Ég segja lágmúlunum. Aron, Matti og Ívar. Þeir vita það ekki. Nei, þetta er náttúrulega bara gísk, að þú náttúrulega veist ekki svarið. En er það ekki bara ármúlið eða eitthvað? Lágmúlun. Lágmúlið. Ármúli. Ekkert hvað. Það er ekki þess að lágmúlun og ármúlun sé eitthvað langt í burtu frá hverju. Nei, þú getur þetta ekki heitir lágmúlun. Út af púlstofunni bara? Já, veistu, út af hverju? Nei. Bara því við erum alltaf að púla. Já, ég fattaði það. Ég sé ekki að tala um að fara í púl. Nei.
Kærasta mín, þetta er næsti gaur, kærasta mín að tala við aðra gaura bak við mig. Hvað á ég að segja við hana? Sko, Hvernig er hún að tala? Já, þetta fer eftir hvort er bókstaflega, er hún að tala við ykkur gaura bak við hann? Sko að tala um? Já, eða fyrir framan hann. Já, bak við hann framan hann. Eða hvort þetta sé að hún sé að fara behind his back. Hvað segir þið, strákar? Þetta er Að no-no. þú er að tala í mækinn, sko? Þetta er no-no frá Aroni. Hvað segir Matti? Man alltaf ímynda sér að þetta er ekki bókstaflega fyrir bak við hann. Nei, þetta er ekki svo tjökkja þér. Sjökina. Maður er að búast inn alltaf að þetta er behind his back. Já, þetta er... Hvernig veit hann það að því? Er hann að skoða síman hennar? Já, Ok, trú. já, ok. Það er Hvernig, já, pínu. þetta er spurning, sko. Eru kannski að tala Gæti ykkur á náttúrulega verið bak hann eigi... Nei, þú veist, ef að hún er að Kannski tala á bak hann, hann kemst það í þannig. En kannski er einhver veit ég vinkona hvað það hennar að segja bara, hey, bara no to you, hérna... Þá er þessi vinkona hann bara stick to your own business, maður. En kannski var hann, hérna, gleymd hún Facebookinu sínu opnu og gluggunum opnum. Þá er þetta honum ekki hennar. En af hverju er hún í tölun hans? Þetta er öfugt, já. Er stelpan að tala við gaura? Já, kærasta mín er að tala við aðra. Fuck that. Þú getur ekki breytt skoðun á heila málunu eftir hvort kynni er að gera það, sko. Nei, ég er alveg sammála. Ég er sammála fyrsta sínsæði. Þetta er út í hött. Herri, já, hvað ég segja við hana? Konfronta hana, segja bara, en þú veist, ef þú ert eitthvað að snitsast í gegnum símanna... Sendinu 2 TF spurningamerki á What the Messenger. fuck? Já. Og bara leiði henni að láta þetta matla inn í henni. Já, eða þú veist, það er 20 í gangi. Þeir treysta ekki hvort þau er. Maður á ekki að vera að fara í gegnum símanna fólki og maður á ekki heldur að fara að halda fram hjá. Þannig að þetta er svona, þið þurfum ég held þið þurfum bara að fara í slag. Já. Buffa hvort annað og sjá hvað inni bara. Viltu fara í slag? Herri, sælir, mér langar að spyrja Gauta hvernig hann komst í gegnum sambandslit. Akkur viltu spyrja mig að því? Bara eitthvað, married man. Ég veit ekki, strákar, er þið nýbúin að fara í gegnum eitthvað break-up? Já, en maður vil ekki eitthvað vera að tala Nei, það, ok, sko. nei, ég skil óslega vel. Við getum alveg sett hann tónlist á og Ég heyri ekki í henni. fyrir að gráta og fyrir væl. Já, Já, þú veist, gera content fyrir ykkur núna. þú veist, bara, hvernig kemst ég kenna það? Bara reyna að vera respectful og býða tíminn Kringja sig lagar bara við þegar maður vinum bara. heldur og þegar maður heldur ándjóks, maður á bara fara að hitta vinn sína og fara bara að sinna sjálfu sér Já, í x langan tíma, þá bara hot topic, hvað má alls ekki hafa í bragðaref? Hvað segir Selfoss? Já, við erum alltaf Það er alltaf upp á Selfossi, Hockeypúlver. það má ekki. Það má ekki. Nei, það er alveg næs. Nei, það er ógeð. Það er low-key næs, sko. Mér er þetta blönduna, Er þetta bara ekki eitthvað sykurleði, já? Það er allt í ísi sykurlega, sko. Ísi er bara mjólk og sykur, sko. Hockeypúlver er Já, basically það er bara eitthvað... duft, sko. Þetta er duft og sykur. Ok, ananas. Hann var ekki heima í ís. Ég er 100% fucking sammálaður, sko. En fyrir mér er þetta svona... bara Basic svar. og líka bara Og maður, það er eiginlega ógíslegt, sko. við séum alltaf bara allt græmmiti. Já, þú veist, en það er líka ekki í boði. Er ananas í boði? Hvað er í gangi á Selfossi? Ég veit það ekki, já, ég veit ekki ef það er gremmeti í boði á Selfossi þá heitir þetta boost, Já, strákar. þið er að tala um að ísa skýr bara Bara brokkoli og eitthvað sitt og nýtt. Það er næsta spurning Byrja eitt þetta með hockeypulver. Ég er alltaf sammála Aroni, það fer alveg í taugun á mér. Þarf alltaf að vera með eitthvað svona pipar drasli og líka að setja duft sammála, hon í bragðaref. Þú veist, er þetta ekki svolítið too sciencey? Jú, þetta er allt og þetta er bara... Það er að mixa bara, þú veist, að ísinn verði bara, þú veist, allur ísinn verði bara bræðist þessu hockeypúlver. Já, og er það eitthvað... Þú veist, hvernig borðar maður hockeypulver? Þið veitum, ég Sturtar í uppið eða ekki? Eða, þú veist, sleikja og... Það er náttúrulega unsanitary, sko. Þú getur verið að deila Eða hockeypulver. bara... Nei, hockeypulver er, sko, í dag sérstaklega, í raun og veru ætti Þórólfur að hafa sett upp bara í fyrstu sóttvarnar aðgerðum, það hefði hann átt að segja það þurfa allir að vera með grímur, að 2 metra skylda og hockeypulver er bannað núna. Hockeypúlver ástæðan fyrir COVID. Ég er alveg þegar ég er nokkuð viss um að bara hockeypulver hafi í alveg, þetta
Þetta bara sterkar, það ekki þetta að fá súran í bræðri, veð það? Súra hockey, finnst ykkur súra hockeypulver Finnst er ekki alveg glæpur? gott. Er ekki bara glæpur? Guðlegur. Já, gula hockeypulver, þetta er í alveg talað Duft. bullnami. Hvernig borðið þið þetta? Þú setið bara tungun onni í þetta eða að styrstu sig? Nei, ég er nefnilega, og ég segi hvernig ég borða hockeypulver, það er alltaf langt síðan ég borða hockeypulver, en ég er að reyna að muna það. Það er taka lokið, búa til skeið, skópla og síðan læti munnuvatni svona breyta sig í eitthvað gums. Er ekki bara með Dracula sleikju svona? Það er Þá er þetta krossbranda. Ok, erum við sleikjó sem við setjum í þetta? Það er, mér Það finnst er það sniðugt. legit, sko. Herru, það eru 3 viðbót hérna sem bara í þessum dálk sem eru fleiri dálkar, sko. Já, bring it. Ég skil ekki þessa spurningu. Enda betra. Á, ég lesa það? Sjá einhverja þeir skilja Ok, hana. beti, ég skil fyrir hlutan. Það er gott. Er Arnar með freknur? Þú veist, Hann er ekki með neginn facial features. nei, það það er málið, ekki sko. neitt. Ég er með nokkra freknar Og síðan er seinni hlutur spurninginu, Bekkir 1, Arnar 0. Ég tala um Birkir Beck. Nei, það er ekki verið að tala um Birkir Bekk. Það er bóttið verið að tala um það, maður. Ég veit að það þættir finnir maður. Og líka, þið vitið það, þegar Birkir var að drullið um mig, hann kallaði mig ógæslega nöfnum og leiði segja að sumaðum voru sönn og hann hefði aldrei séð mig. Ok. Hann var bara að giska eins og með Hann er með náðagáfu. greinilega, djúð, er það að finna Það er með langa bæðvei. Það sem er í gangi núna er að það er náttúrulega smá, það er beef milli Magga Mix og Birkir Bekks á TikTok. Þetta er real thing. Og það er svo, þú veist, Birkir er náttúrulega kannski dálítið hömlulaus og þú veist, það er reason for it, skilur du? Hann er dálítið hömlulaus. Fyrir ekki í dítela, skilur du? Ok, ég heldur. En fólk Getum er allir. að, sko, hann er náttúrulega eitthvað aðeins að body shame á Magga Mix hana á TikTok, segja þessi fytubóla og vil ekki fara í göngutúr og eitthvað. Og bara pulsur. Borðið pulsur, en sko fólk er svo ógeðslega ljótt í kommentunum hjá Birki, ég alveg þannig, ég mæli mig að fólk hætti bara að, veist, auðvitað á Birkir heldur ekkert eitthvað það er vídeo á hann þar sem hann er hérna eitthvað að lyfta lóðum og segja bara Maggi Mix getur ekki gert þetta, hann getur ekki gert þetta svona. Ég er massa þessi gæja. Já, hann er geggjuð formi. Já, ok, wow. En hérna, þessi fólk er bara í kommentunum bara hengdu ógeðið og svona, maður er bara hætti þessum vibba, skilur við. Kommentakerfi á TikTok er sko ógeðslega toxic sko. Það er bara, bara á öllum, þú veist eins og bara ef maður fylgist með stelpum bara úst, á TikTok. Þú veist ég á vinkonur sem eru á TikTok eitthvað og það er bara að fá bara, þú veist, bara svona death threats bara hverjum deginu. Það er svona heimur sem ég tengi ekki við, af því ég er ekki þarna og kannski bara, þú veist, jújú, auðvitað get ég eitthvað, ef ég myndi rembast við að vilja skilja, þá myndi ég skilja, en ég ákveð bara, ok, I respect it, en ég bara er ekkert mikið að snerta á þessu. Þú veist hvernig komið að gera á YouTube það er alltaf búið að vera lengi. Já, veist, þetta er bara það sinnum svona 15, sko. Já. YouTube kommentarkerfi voru, mér það voru fínt, en það var ógeðslega toxic á tíma, sko. Getur verið 100% anonymous, bara TikTok? Já, þú getur það. En síðan, hvað var eitthvað sem var svona eitthvað neginn tengt pólitíkun í Íslandi sem gerði TikTok og var eitthvað drull yfir eitthvað til að venda eitthvað kostningar eða ég manni ég nákvæmlega hvernig það var og hún glemdi sko að breyta nafnu sínu þannig að það var þetta kona eitthvað skæja sem var þetta ekki tengt hann Ásmundarsals? Já, gæti verið það málinu, en það gæti líka verið að það hafi verið bara Photoshop troll. Það gæti líka verið. Skilur við, í raun og veru á maður ekki trúa neinu, sko. Bara, maður er alltaf að efast allt, einhvern veginn. Bara, ég veit, veist, en ímyndaði líka, þessin er ég til og með harður á krakkana mína, til bara verðið 13 ára þegar þið fáið að fara inn á samfélagsmiðla, eins og reglunar eru, og ég mun fylgjast með því þá líka, af því að þetta er bara rosalega toxíst og það er hérna, það er svo auðvelt að detta inn í eitthvað svartóla vibba og veist, auðvitað líður mér líka þegar ég er að útskýra fyrir dóttur minna af hverju má ekki fara á TikTok og líður mér líka í leiðinni eins og ég sé bara að vera leiðilegast pappi heimi og hérna það er allir á TikTok eitthvað svona en ég til dæmis bara veist, að fylgjast með nethæðun hjá krökkum veist, ég fór í þarna leikinn Among Us bara ég hef búin að sjá of mörg mím til að tjekka ekki á honum
og ég eitthvað tjekka á honum og bara á sekundubróti var bara einhver gaur byrjar að sextalka mig og ég var að reyna að spila Among Us. Hann bara, are you a girl? Are you hot? Eitthvað svona, maður er alveg bara gaur, við erum teiknimyndafígurur með eitt auga, skilur og í sikur landi búning og bara hversu fucking graður þarfst að vera og eitthvað að tjekka á mér í gegnum Among Us. Ég held samt að flestir sem spila það sem þeir eru bara að spila með félögu sínum, sko. Já, þú veist, það er alveg fun, sko. Já, en þú veist, ég er líka það ekki geðvikt? Það er gaman, sko. Er þetta ekki bara svona legarleikur eða? Veit þið hvernig varúlur er, spilið? Já, þetta er basically bara, þú veist, það er ógeðslega gaman. Það með spilir en það miklu skemmtilega heldur en leikurinn, sko. Persónulega. Já, ég elski þetta spil, sko. Er þetta ekki bara morðingi? Ég hef aldrei spilað varúlur, ég veit hvað það er samt. Í alvörinni? Ég fari í Mafía þar. Já, það er alveg það sama, sko. Skemmtilegt, sko. Herðu, næsta, má ég fá netusmjör í morgumat á morgun? Þetta er fucking Viktor, sko. Ekki okkar, heitir þessi gæði ekki Viktor eða eitthvað? Nei, það mynd af, nei, ég get ekki, ég skal bara sína þér hérna. Eitt félag minn er alltaf að setja eitthvað svona. Efst, er það Viktor vinnuðin eða? Þetta er hann. Er það? Ég vissi það. Já, hann alltaf veit ekkert að við erum með síðuna, þannig að hann verður bara, hvað í fokkan verður þeir að gera í þessu podcasti? Já, ég ætla ekki að vera að segja fullt nafnina og þetta er anonymous account í honum, sko. Já. Æ, nú veit að fólk hver þetta er. Við getum ekki bara blurra ykkur, ef við viljum. Nei, það er, þið viljið fá smá klátt, maður. Já. Follow okkur Instagram. Næsta spurning. Hvað er mest underrated lag sem hefur verið gefið út í íslensku hip-hop senunni? Lagið okkar. Já, lagið okkar, definitely. Það sem ég verð samt að segja, dótið sem ég gerðið, sem er, þú veist, podcastala lagið. Gerðu þið það? Ég gerði þetta allt bara á einhvern 5 mínútum, sko. Pródúsaði þú það líka? Já, ég pródúsa allt sjálfur, sko. Maður heyrði alveg, þegar maður hlusta, að það er alveg mjög greinilega einhver sem er búinn að rappa. Skilur, þetta var ekki bara... Já, ég held þetta væri bara eitthvað vinur hinn. Pizza og fyndi og allt það, skilur, þá heyrði maður samt alveg, ég var alveg ok, þetta er einhver sem er actually bara að gera músík. Þess vegna fórum við líka að blame einn annan vin okkar sem er producer, sko. Já. Af því við vorum bara, ok, þú veist, þessi gaur kann greinilega að gera beats og með eitthvað flæði, skilur, þetta hljómaði bara ágætlega. En varst ekki að fíla við implementa í byrjunina? Hvað segir þið? Það var bara sample sem ég tók samt, sko. Þið inspire okkur til þess að breyta það, Já. Núna getur við að heyra lagið Unpizzled. Já, sko, náttúrulega ástæðan okkur pizzum út í vettlum alltaf bara að vera anonymous, en síðan út í, þú veist, þið föttu ykkur, hann var þá svona, ok, það er bara tímaspilsmann, og þið fatta hver restin er. Nei, við vorum ekkert, við heldum bara að það væri bara einn. Já, ok. Við því snitsuðum við sjálfur, sko, já. Við föttum ekkert, ég bara, þegar þú sagðir, einhver, nú þurfum að finna út hver restin er, þá var ég alveg, oh fuck, þeir eru fleiri. Við erum alltaf að reyna sko, að trikka, við segjum alltaf við, eða ég, eða við stelpunnar, eða eitthvað svoleiðis. Djöð, þessi sneaky motherfucker. Byrju, hvað var að tala um á þér? Vá, fílt svona út. Herri, vil ég fá restina? Já, lagið. Já, ástæðan okkur pizza út, ég var að halda þessu bara anonymous og brókið, pizza bara ógeðslega mikið en þessi vont að hlusta á það. Já, pínu vont, en ég ætla að elska, hvað kemur þetta, ég verð að vita, höfum við ekkert saman talað að pissa út glugga? Það var þannig gægin, Já, þetta var hann fyrsta season. Það er gaurinn hérna og prikinu bara. Ég margir ekki hvernig uppnáðað lagið var. Nei, það var bara gaurinn sem gerði lagið og sagði, pissa nú út glugga. Já, það er bara það. Það sem við ætlum að gera í byrjun var samt að remixa það og gera bara svona club remix af því, en við fundum aldrei nógu góða upptöku af því, þannig að við gert það og svona, ok, gerum bara eitthvað eigið sitt. Og gerum þetta bara eitthvað, pissa út gluggan. Já, þið sáu líka pósteri sem við letum gera. Hvað segir þið? Þessi Gauti og Arna var að pissa út gluggan. Já, mest að fá ekki fyndið. Herri, það kemur líka fyrsta spurningin í, þetta eru nokkar spurningar viðbót, síðan þarf ég að fara hérna í sumarbústað. Í sumarbústað? Ég held að það maður taka eitthvað þvílíkt langan þátt. En ok, þú er þess. Mér langar meira í sumarbústað. Við mátt að koma í origins af. Þið eftir að koma aftur, strókar. Hérna... Nice. Já, eftir að koma aftur. Við erum fasta gestir. Yes. Fasta gestir þetta, komum einhvern tímann aftur. Hérna, fyrsta spurning er, hvar er Arnar? Hann er hérna. Hann er ekki með andlit og situr hérna. Ef við tala Arnarfreyr, þá er Arnarfreyr alltaf búin að vera með magakveisu. Já, magakveisu. Og við sendum honum bara hlýja kveður. Elsku drengnum. Hvað mun breytast eftir COVID?
hvað hafa Gauti og Arnar sem ekki með andlit lært af COVID? Þú byrjaði. Ég búin að læra það að hlutir sem að mér fannst leiðilegir og til dæmis gig sem að mér fannst leiðileg I respect them now, sko. Það er bara að byrja að kunna meta lífi meira. Já, miklu meira. Ég kann miklu meira að meta litlar aðstæður eins og bara að þurfa ekki að vera með grímu í meilabúðinni. Já, ég veit ekki alveg hvort að ég ætti að segja nákvæmlega sem ég er að hugsa, sko. En Segðu það. ég er alltaf no face. Já, þú ert no face. Sko, það er bara, hvað allir eru... Æ, ég veit ekki að segja. Ég er búin að læra það, bara eða mér tíma með fullskiptunni og eitthvað. Þó ég ekki eins og gert það. Var þetta eitthvað dónalegt sem Nei, þetta er bara... Æ, þarna... ég er búin að læra bara... vera bara með grímu og halda kjafti og eitthvað svona, sko. Ok, Fattar við erum ekki að fara... Nei. En ég er búin að læra að vera þolinmóðari, við málaði þannig. Ég skilji. Og líka að geta haldið í mér andónu beisli þegar ég fyrir búið eða eitthvað. Mér finnst bara mestu lærdómurinn er bara Þolinmóðari, það ekki. Já, og líka bara ekki taka öllu sem sjálfsögum hlut. Maður er inn í einhverju rútínu og mann finnst bara gett sjálfsagt að fara í sund, mann finnst gett sjálfsagt bara að kveikja ljósin heima á sér, mann finnst bara gett sjálfsagt að vera alltaf með fullt af mat í ískapnum. Það er alls konar fucking hlutir sem að við lifum sem er ekki sjálfsagðis. Veistu hvað er það um? Auðvitað á einhverjum Íslands hvíti strákar á 20 og 30 aldri mælikvarða er þetta gett sjálfsagt, en þetta er ekki alheims sjálfsagt að hafa svona gott. Ég fór ekki veit það, Íslandi bara, þú veist, topp 10 landi eða eitthvað. Þetta er bara fucking geðut. COVID, við erum bara búin að vera að ógna COVID low-key bara sín í byrjun, sko. Bara leið á COVID byrjaði, þá vorum við bara að fara, sko, í náttúrulegar, bara alla daga, það var ekki vika sem fórum bara straight og vorum bara að djamma og bara fokkast eitthvað, sko. Ótrúlega að fengum ekki COVID, sko. Þú veit að við erum að taka þetta upp, eða ekki? Jú, þetta er náttúrulega... Þetta er bara grín, ég meina, þú veist, já. Þetta á djók bara. Má ég spyrja þá einu, ég væri til að fá það áður en að... Ég þarf aðeins að keyra á hraða, sko. Ok, mér langar bara að spyrja ykkur, þú veist, hvernig kom þetta til? Að þið fóru að gera Pókastarnar Memes og mér langar líka að setja smá tónlist undir. Já, ok, ég til í það. Ég setja tónlistin þeirra heyr ekki. Já, við höfum ekki. Nei, veist hvernig byrjaði? Þeir eru að horfa á Pókastarnar að hlusta. Byrjum að því, horfið þið að hlusti? Ég horfið, sko. Mér er svo næst, þú veist, að geta séð alltaf og séð, þú veist, hvernig andliðsviðbröð eru og eitthvað, þú veist, kannski bara læra eða spila póker eða eitthvað, sko. Það var ekki næst og hlusta til leiðinni. En já, við byrjum þetta náttúrulega, þú veist, við vorum bara að chilla heim í Aroni og vorum bara að drekka og svo vorum við eitthvað að skoða annað podcast. Hvað voru að drekka? Bara vatn og eitthvað, sko. Hvaða pókast voru, sko? Það var það grín. Það þið verið að nafngrina podcast í öðru podcasti? Já. Það var alltaf grín, good shit. Það var þeir eru með memesið sem er fucking huge. Og við varum bara, akkur er enginn fucking memesið við þessu og fórum ekki að leita bara hvort það væri eitthvað, bara Riddar memes, bara podcastar memes, bara allt og bara, gauð, það er ekki shit. Bara hversu fyndið væri við myndum bara að byrja með þetta. Og þannig að við byrjum bara að prófa að henda inn nokkuð memes, bara ok, þetta er alveg svolítið dæmi. Og þannig að ég var búinn til ykkur 3-4 memes bara fyrsta kvöldi og byrjum bara að followa alla sem er að followa ykkur. Og við erum konum bara með 300, já. Ákveða ofbeldi í því? Ándjóks. Og við erum konum með bara eitthvað, 300 followers bara, klukkutíma eitthvað. Og við erum bara, what the fuck er að gerast? Og síðan þegar við saman þið follow okkur, þá var bara, good, we made it, sko. We made it, maður. Gett hissa bara eitthvað, podcastarinn var að bóla podcastarinn sem. Já, ég djöðu fyrst með þetta gaman aðeins. Herru, stoppa þetta dramatíska lag. Það var alltaf heim ekki neina, sko. Já, beigjuð það bara, við varum bara fucking fullir á vatni, sko. Já, bara, það var náttúrulega ekki. Hvaða nám er mest guaranteed múla að ykkar mati? Hvaða nám fer maður í, já, peningur, hvað ertu guaranteed? Er ekki smiður eða eitthvað? Eitthvað svona, já, læknir. Það er alltaf svona fokkið langt og leiðilegt námur, sko. Ég myndi frekar vilja vera pípari heldur en læknir. Einn af okkur er pípari mitt. Eru þið píparar? Nei. Við erum sem sagt 4 í hildina. Já. Einn er að vinna núna sem pípari. Já, ég sjáta hann út, Viktor. Og hvað, er hann ekki bara make múla? Já, hann er alveg að græða eitthvað ákveðlega, sko. Já. Sérstaklega þú ert með, iðnaðarfyrirtæki.
þá ertu bara guaranteed að eignast pening, sko. Sko, nú Ég ég er ekki nefna alltaf þetta að aftur, segja það nefna forritari maður, það var góð Aron, forritari. að við nefndum þetta off-air, finnst þér ekki líkur Machine Gun Kelly? Settum Machine Gun Kelly hérna upp á Machine Gun Kelly er bara svona, hann er bara mörg lúk. Já, settum Machine Gun Kelly í Dark Hair, eða eitthvað, veit það ekki. Dark Hair. Jú, þetta er bara hann. Sjáðu, settum Machine Gun Ertu Kelly. þá basically að segja, ég er Sensi Megan Fox? Já, ef þú verður geðið ríkur og geðið fægur. Sjáðu, settum myndina á honum í rauða. Dude, þeir eru fucking líkir. Ertu að grínast? Þetta er bara sami gæinn. Ertu ekki sammála? Ég er þetta Aron. Who knows? Hver, ég veit líkara gæja samt, þannig að eitthvað gæji 12.0 sem var eitthvað fyrir einhverjum árum. Hann er bara Aron copy-paste á honum, sko. Sem var Eftir að tala bara, hann heitir Aron líka. Nei. Þú ert ekki að tala hann að Shades og Swag gæjan. Ég man Hvað stúr að læga út í? Ég man ekki hvað þessi gæji heitir, sko. Ekki út af neinu. Herri, næsta spurning. Ég ætla bara að svara þessu sjálfur, sko. Hvað er undarlegasta, leiðilegasta fan encounter sem þið hafi lent í? Sko, hjá mér er Þú hefur samt lent í einu finnu hérna sem var fan encounter þar sem var ekki, þegar manneski kom upp að fattaði hver þú varst, að þú varst að vinna einhvers staðar og sér hringdi manneskinn í mig og bara, hei, er þessi gaur að vinna þarna? Já. Og þekkti hann á röddinni. Já, í sæthöslinu mínu. Í sæthöslinu. Herru, leiðilegasta fan encounter sem ég lendi í það er 2 sem ég man eftir. Ég náttúrulega hef bara verið með þér og bara séð þetta bara live. Nei, það sem leiðilegasta sem eitt leiðilegt sem ég lendi í það var ég á Stokkseyri, það var núna bara sumar, þegar COVID var ekki í Torreygur eða eitthvað. Og það kemur gaur og ég er að labba í bílinn minn eftir gigið og þetta er bara, þú veist, eitthvað fjölskyldsinn og það er gaur sem er eitthvað svona endalaust að elta mig og spura hvort ég ætla ekki að koma að djamma með honum og ég bara var leiðinni bókstaflega í útilegum með fjölskyldunum og gaurinn sem sagt síðan hættir hann ekki elta mig og hann með einhverjum öðrum gaurum og hann grípur utan um mig og hann kissir mig á munnin. Nice. Býtu, þetta er ekki og ég segi bara, hei, ertu eitthvað rugglaður? Sko þetta bara, það var svona fyllis, þetta var ekki hann eitthvað að reyna að geta sexy with me, skilur það var bara, gaf mér rennblöðan kost og ég segi, hvað er þetta fucking gera, maður? Og þá byrja alltaf hann að lemja mig og byrja að kalla mig fagga þannig að fucking ógeðs fucking og ég berjaði og ég var alveg, hvað gerði, af hverju er ég að lenda í þessu, af hverju erum við að af hverju erum við að eiga þetta samtal, skilur, og síðan sem betur fer var hann dreinu burtið að einhverju liðastokks og var þetta eitthvað svona erfur strákurinn, sko. Tók krúið þitt hann í gegna? Já, þannig að þessi 0 sem voru með mér tölva mín, ég hendi tölvunum minn í hann málega, ég tók þetta gig að ég skuldaði ég fekk eitthvað kvikmynd að búin að lána hann frá Legendi og hann var síðan að halda þessu hátíð þannig ég skuldaði hann gig og þetta hitti nákvæmlega á helgi sem ég var að fara með fjölskyldinu útilega en ég gæti ekki beilað og þetta var eitthvað svona ok, allt gott og blessað en allt næst nema þetta Hann kisti og alltaf að lemja þig. Það er ræðilegt. Já, ég veit það. Það var bara eitthvað 20 gæja. Já, eitthvað svona skilur. Blind fullir róbot. Þú vinir ekki að það? Nei, við varum alltaf, þegar við býrum á Selfossi þarna, þú þekkir alla á Stokkseyri og Eyrarbakka og í kring, sko. Er það málið bara? Hvað eru bara svona 20 gæjar á Selfossi það? Nei, ekki aðeins meira, sko. Mike, þið getur ekki tala bara til lofti, sko. Nei. Herri, ok, næsta spurning. Írafár eða Böttuköp? Írafár. Alltaf Írafár. Já, ég samanlega. Er þetta bönd frá Selfossi eða? Ég ætla alltaf að vera ekki skítamóra allir frá Selfossi. Skítamóra allir frá Selfossi. Ég myndi alltaf að velja skítamóra lífur þetta bæði. Já, alltaf, samla. Ég byrja ekki Haugdal. Já, ok, ég glemdi henni. Já. Það er sagt að ekkert sé erfitt ef maður kann það. Er þá allt erfitt ef þú kann það ekki? Vá, þetta er legit podcastarspurning. Það er sagt að ekkert sé erfitt ef maður kann það. Er þá allt erfitt ef þú kann það ekki? Hvað meinar þetta? Nei, ég veit alveg hvað hann meina. Ég veit það líka, en við erum bara... Já? Nei. Er ekkert sem þið muni eftir þar sem þið bara svona, ég kann þetta bara.
skilur, eins og taka stýr úr augunum þið þurftu ekkert eitthvað Það er fucking herfitt, sko. finnst það? Ég ströggla. Ég meina, þú getur ekki alveg kunnað eitthvað og það er samt alveg erfitt. Það bara veist hvað þú átt að gera. Þú varst krakki, skilur, varst Já, að gera já. þetta þá myndi seint flokka sem eitthvað erfitt skríða, það er ekkert sérstaklega erfitt sof nei, það er náttúrulega maður að læra það bara strax þetta er ekki það góð spurning Nei, ég fyrir mér næstu, ég er alveg saman með þetta Bara gegn spurning sem var. Mjög spurning, sko Spilið tölvuleiki og ef já, þá hvað? Við höfum þetta bara snögt, þetta er boring Gamers, já. Já, Ég bara spila tölvuleiki, ég spila 4 og 5 Ég spila, hvað sagðir þið? Áttu PlayStation 5? Áttu PlayStation 4 og 5? Nei, ég segi PlayStation 4 og 5 og þegar fólk hlustar þetta áttur ár þá er ekki verið eitthvað Spilið dated tölvuleiki ef já, hvaða? PlayStation 4 og PlayStation 5? Er það að spyrja mig um tölvuleik? Já, Bara, ég spila bara Rockstar-leiki, basically já, ég spila Call of Duty og sinni spila God of War Gucci dæmi, sko Ég þykir mikið NBA. Jú, í 2K. Já, 2K og Veba 2K er bara, Úlingar gera já. Herri, er það fair? Ok, þetta er 2 spurningar frá sama manni og bæðum hjónaband Já, leiðu þeim að svara þeim Ok, ég til í þetta Professionals. Tvítugumennir. Já Er það fair að kona mín vilji senda mig í herraklippingu en vill ekki sjálf fara á getnaðarvörn? What? Já Vitið hvað herraklipping Matti, er? hvað hérna Já. hvað veist þér um þetta? Hvað veist þér? Þú veist, já. Ekki já en nei Ekki já en nei, það voru fyrir dítil á þessu Þú veist, Hver er áttu spurningin? er það fair að konan vilji senda mig í herraklippingu en vill sjálf ekki fara á getnaðarvörn? Það er fyrir að Já. Er sangjant á henni að vera að neyða hann til þess að klippa pungin Já. en hún Er veit ekki herraklipping sjálf. semst að klippa pungin? Það var pungurinn klipptur af Já, Nei, það var bara gelda. Ég ætti að fara bara í buzzcut eða eitthvað Men mér finnst þetta náttúrulega ekki vera að neyða neitt í neitt, þú veist, nema vilja, sko. Nei, ég Það er bara að vera bara, Já, þú hann veist. meikar sens. Þú veist, mér finnst alveg jafn Ertu giftur? Ég var að Ég hef bara búin að gangi í gegnum alls konar, sko. Þú ert þá elstur í hófnum Ég er elstur, sko. Sérstaklega langar Já, ég er með skegg og eitthvað. ég vil það. Þið þurfum bara að díla eitthvað við þetta og hérna ég hef ekki svar við þessu þið verður bara að tala við sambandsráðgjafa Já, og líka gaur, smokkar eru vannmennir sko. Smokkar er guddsett, minnst allir gaur að drulluðu smokkar hvað, Það er til smokkar með alls konar svona, þú veist, Já, eins og real- bleiku dúræks, þeir eru næs. Þið líka bara, þið setja eitthvað ekstra flair Gauður, ég er ekki að fara að nota smokk Ég veit þú, þetta er 6 krakkar þú veist hvað ég meina Ég skal segja frá smokkum frekar Það er good shit, maður Já, ég er ekki að auðvitað nota smokk hérna, en þegar maður er komin 5 ár inn í samband Er þessi gæi, er hann giftur það? ég hann er giftur Minna, þú veist, ef þú ert giftur þá Eignast bara börn? Já, basic En bara vera og að gæla hann að vera bara spyr líka sprautin síðan er næsta spurning frá sama eru þið með eitthvað trikk til að krydda upp á hjónabandi svona á þessum síðustu og vestu tímum? Horfið á Ice White Shut 50 Shades of Grey og sjá hvað gerist Þú ert basically að segja reyna að finna einhver kynlífspartí eða farið í BDSM-pælingar Ég sagði 100% Horfið á 2 bíómyndir Að prófa fyrir orgi og borða mannakjöt en hvað hérna að þú veist þetta er það sem þessar myndir er ein er fólk með grímur að ríða Ég elskar Scarface, ég er ekki að fara að selja kók og drepa eitthvað lið nei, en Líklegur hann til er sko hann er að hvað sagði þið? Líklegur til þess Hann er að segja trikk til að krydda upp á kynlífið Já. Þú ert að segja hann að horfa á bíómyndir Já, hei, þetta er trikk til þess að það er kynlíf í þessum myndum, það er pínu spicy, ef þú eru að horfa á þetta saman þá eru þið að spæsa hvort annað og svo sjáu hvað gerist Þetta er trikk En er ekki dálítið Sjáu hvað gerist, En strákar. er ekki dálítið Horfðu á Brokeback Mountain, Sorry, frekar. er ekki dálítið slæmt að sambandsráðið þitt er að fá Hollywood version af 2 afbrengluðum hugmyndum Nei, ekki hugmyndum en þú Það, sko, Ice White Shut er virkilega góð mynd menn Já, 50 Shades virkilega of Grey góð er mynd. meira svona kannski fyrir ég man ekki Konum. hvað Ice White Shut var nákvæmlega nema þau voru með basically bara- grímundar í þessu bara Tom kynlífspartíi. Cruise fer í svona Illuminati partí Já, það sem allir er að ríða og hanga í loftinu og eitthvað Já, þannig að þetta er mitt ráð en þetta er ekki til þess að berga hjónabandinu, þetta er til þess að berga Nei. kynlífinu
Talað um Illuminati, ertu búin að sjá það sem herra var að tala um þig? Já, ertu klón. Þetta klóni? Mest þetta góða kenningar hjá honum, sko. Þetta var fókin fyndið, sko. Það voru góða kenningar, en ég bara, ef ég verið klón, þá myndi ég ekki segja, eða vita. Ég mjög spenntur fyrir nýju þáttunum, hver draf Friðrik Dór? Ég veit ekki hvað það er. Það bara Vilhelm Netto að gera sakamála þátt og hann vil meina það að Frikki Dór sem er núna Frikki Dór hafi drepið gamla Frikki Dór og það sé eitthvað mystery að baka. Þetta er basically sama kenning og þetta byrja vel, sko. Ég horfði á fyrsta þáttunum í gær, sko. Öll serien er komin út, sko. Droppur þessu bara. Já, bara eins og Netflix, bara heil serien. Já. En Sjónvarp Símans er líka bara Netflix Íslands. Já, undan. Já, ég sjátt á þá fyrir að hafa gert þetta. Ég mæli með að fólk fari og kaupi sér allavega 1 mánuð til að horfa á þetta bara að þeir gerði þetta. Já, bara out of respect. Out of respect, ég alveg þar. Mér er alveg sagt, þó þetta væri bara fucking léleg sería sem ég hef ekki hugmyndum og ég hef full trú að þetta sé góð sería. Það myndi ekki vel að velina. Ef þetta verið umulig sería. Já, en bara fyrir að taka skarið, þegar að taka skarið að vera svona, ok, við vorum að droppa 8 þáttum með einu. Ok. Hver er uppáhalds NBA leikmaðurinn ykkar? Megið nafngreina mig. Núna komið þið sterkir inn, sko. Hafið þetta stutt. Hefur þú engan áhverfið það? Ég get ekki sagt að... Nei, ég get ekki sagt. Það sem ég síður, sko. Ég er samt spenntur. Þú var að setja mækinn nær munnin. Já. Ok, byrja þú, ég þarf að hugsa mig aðeins. Það er allan daginn Kyrie Irving, sko. Ok. Kyrie Irving, ok. Ok. Ég veit ekki, sko. Ok, næsta spurning. Af hverju tekur svona á menn að missa hárið? Loga Girsson til dæmis. Loga Girsson? Já. Hann bara missa hárið? Greinilega. Þá spyr hann ekki hann. Já. Þú veist, ég veit ekki. Ég hefur aldrei buggað mig neitt. Þú tekur bara flæ svona. Ég veist, það var aldrei buggað mig að missa hárið. Eina sem er mér finnst pirrandi við að missa hárið er að ég þarf alltaf að vera að raka. Þú veist, því annars verður það svona eins og ég sé að reyna að samla hárið. Já, en er það ekki skáran að fara alltaf í klippingu? Tala gæjar sem þekkir ekki neitt í hálftíma, skilur. Ég ætla að fyrir ennþá í skeggsnýstingu í stól, sko. Í alvörunni? Hvað ertu kúr ekki það? Grakar ekki bara? Það er svo kósi að vera skeggsnýstingu, sko. Já, það er ekki bara 5 og 9 og ég fæði bara skeggsnýstingu. Já, en heldur ég borgi fyrir það? Ég held að Ívar borgi fyrir það. Já. Mest að worth it, svona eins er það worth it. Það ertu bara sippin on cognac og með vindi? Nei, ekki alveg. Gauður, ég gæti alveg gert það svona. Ég fer bara að selfa sér til félag með þess að klippa mig, sko. Það er fucking sweet. Ég fer bara barber til vina minna og ég labbi inn og ég segi, er laust? Stundum er ekki laust, stundum er laust. Og ég er ekkert eitthvað, veist, að taka jafn mikið tíma á gaur sem er að borga top dollar fyrir það, sko. Nei. En ég labba bara inn og er svona aðeins nýrt á okkur. Ég hefði ekki farið í smá tíma, það er að fara að kíkja á vina mína í barber. Sjátt á barber, það er lang besta skemmtilega stofan. En já, akkur tekur svona menn að missa hári. Ég held að sé bara eitthvað ego-dæmi. Maður er alltaf með hár og síðan byrjar maður að missa það og þetta er eitthvað svona... Það er þetta eldast. Mér finnst það ekki. Eina sem er minnst erfitt er bara, ég finn að ég er svona aðeins verið í miðumórum en ég var. Herri. Aðeins verið í miðumórum? Ég sé með eina spurningu bara frá mér til þeirra. Það er 4 spurningur eftir, síðan þarf ég að gunna, sko. Ok, höfum þá 3 spurningar og ég spyr þetta. Ok, ég tek 3 hérna bestu, leiðilegt fyrir eitthvað sem... Já, það er einu ömurleg spurning, þannig ég spyr bara... En ég ætla að púla þetta upp í daginn, Ok. Þið eru náttúrulega með Pókastlan memes. Já. Eru þið með eitthvað fave þátt eða eitthvað svona úr þessum þáttum sem að bara svona hitta hjá ykkur, skilur? Það fyrst þáttur var náttúrulega hann classic. Trúur á draug. Hann er Mr. Thug. Við varum að deilátri við, sko. Já. En síðan fannst mér líka ógeðslega gott hana með Vísindakirkjuna og svo hana... Þú fíluðu bara fyrstu 3 þættina. Var það í fyrstu þættinum? Nei, veist, ok, síðan náttúrulega, Akureyrar-þættirnir voru líka mjög góðir. Já, líka, hvað, fyrir svona 3 þáttum, varst að tala um eitthvað, varst að rifja upp silfurskottu og eitthvað. Já. Þegar maður tala meira um rapp, það var ógeðslega næs. Það voru meiri sem, það voru fleiri, það voru margir sem kommentuðu á, að texta, þú veist að við vorum að lesa upp textana, það hefur verið skemmtilegt. Við ættum kannski að gera eitthvað aðeins meira úr því að fá, artista í stúdíóið, lesa textana, koma með okkar kenningar eða fá fólk til að koma með kenningar hvað textin þýðir og helst ekki svo rótt já það var mjög gott sko sjá hvað er margir búin að horfa á mannóta orgíur af því að reyna að sjá mig
Og ekkert að fíla á að blurra. Mér finnst það bara fyndið, sko. Herri, strákar. Ég ætla að fara í síðustu 3 ár. Sorry hvað ég er mikið á hraðferð, en hérna... Já, ég skil ekki, að fara að bústa á Egilsstöðum með það. Æ, ok, þú ræður sem að you the boss. I'm the boss. I'm the fucking boss, man. Herri, af hverju er, sko, af hverju þarf ég að fá putta í rassinn þegar ég fyrir blöðruhálskoðun en það er hægt að pissa á fucking prik í óléttuprófi? Góð spurning. Ég bara hef ekki læknisfræðilega kunnáttu til þess að... Þetta er væntanlega bara sikkur hluturinn, skilur við? Já, í fyrsta lagi þá þú ert ekki að tjekka hvort þú ert óléttur. Þú ert ekki að tjekka, þegar þú færið í blöðruhálskoðun, þá ert ekki að tjekka hvort þú sért með barn í rassinum. Ég er ekki bara eitthvað gæi að tjekka what's up. Jú, hann bara tjekka hvort það sé eitthvað bólgið eða eitthvað. Ég er náttúrulega látið tjekka á mér. Aha. Já, það er samt efni heilan þátt, sko. Ok, rassa, sko. Höfum við ekki talað um það? Jú. Og ég var ekki að sprauta í rassina þar og eitthvað. Jú, ok. Vildu þið einhvern tíma flytja til Danmerkur eða erlendis á einhverjum tímapunkti í eitthvað lífi? Okkur Danmerkur eða erlendis? En hvað segir þið? Langar einhver að flytja út? Það eru bara þessi 2 lönd, það er erlendis og Danmörk. Ég myndi frekar velja erlendis heldur en Danmörk. Herri, ég er ekki mikið að drífa mig. Það getur maður að halda áfram. Já, en hvað segir þið? Þú myndi ekki fara til Danmerkur? Ég myndi fara erlendis samt. Já, er það Rússland? Það er bara allt annað en Danmörkur. Er það? Maður eru bara gett spenntur að fara til Finnland. Danmörk er samt alveg svít, sko. Já, Komst í köpinn. Jú. Er það ekki halda það aðeins áfram, eða? Jú, ég er alveg góður. Ok, cool. Bókar 12. Það var eitthvað sweet að fara til LA, sko. Ég veit ekki hvernig það var að búa, þá er svona... Ekki núna, gæs, maður. Það er bara heimilislega slið þarna. Hvað er á Selfossi? LA. Það er engin heimilislega svo Selfossi, right? Já, það var eitt. Það var eitt gæi. Og svo kom einhver kona fyrir einhverjum gistu árum. heima það bara. Herri, það er hérna... Hann á heimilega ekki. Það er eitt lag, strákar. Það er eitt lag, fyrst erum við að tala um LA og það var ein spurning hvað er vannmettasta íslenska lag sem hefur verið gefið út og það er... Vilt þú spila þetta kannski í hérna... Hvað er þetta á YouTube, sér? Já, fór YouTube. Ég er á YouTube. Skrifaði, að setja á skjáðan og setja Busta Rhymes. Nei, Busta Bitches. Alveg rétt, maður. Ok, tjekka þetta lag. Þetta er, og númer 2. Þetta er vannmettasta lag sem hefur verið gefið út í Íslandi og hækkaði. Já, strákarnir get ég heyrti það. Já, þeir heyra það ekki. Oh my god. Ég spilaði í símanum. Ok. Þeir heyrti náttúrulega ekki, já. Ok, stoppa þetta. Ég spilaði í símanum, þá heyrið það. Ok. I know you like me cause I'm pretty and nice. I know you like me cause all was fun with together. We had really good times. I know you like me. I know you like me, girl, when I bang you in my bed. I know you like me when I kiss you like that. I know you like me. Ok. Það skal þetta væpa við þetta, sko. Já, þetta er shit. Þið strókur, hefur talað, sko, það kemur besti kablin hérna. You in my bed. I know you like me when I kiss you like that. I know you like me. I'll never go back to LA, cause no motherfuckers never pay. If I get a tattoo, it will never go away, cause I ain't no gay. Wow. Bars. Já, cause I ain't no gay. Sko, þetta er alltaf, ok, ég man ekki hvað þið voru, skilur þú? En er hann ekkert að rappa í dag? Ég meina, hann var 10 ára að gera þetta fyrir 10 árum, 20 nú. Nei, er þetta þeir, ég held að sé ekki rappa í dag, sko. Ég held að sé ekki rappa í dag, en þessi I'm never going back to LA, cause the motherfuckers never pay. Hvaða gaurar? I'm Íslandi. never going back to LA, cause the motherfuckers never pay. If I get a tattoo, it will never go away, cause I ain't no gay. Og tjekki á gaurar Gay sem var man. spyttin á bakur þeir. Cause I ain't no gay. Hei, verðt í... Akkur er ekki Nei, við blöðum á. Nei, þetta er náttúrulega Þetta er á YouTube líka. Það er gamla rappara, Danni Classic. Hári í súpunni. Já, Hári í súpunni. Þetta er sko. Já, ég man eftir þessu dæmi, sko. Hefur ekki heyrt það? Jú, það er good shit. Classics. Keep rocking.
Það er gott dæmi, sko. Herðu, ég sko bara búið með spurningarna á Instagram. Ég tím ekki, sem fekk ég sko, það var einhver einn gaur sem sendi 1000 spurningar. Tökum 2 af þeim. Tökum 2, ég skal taka 2 af þeim, en síðan er það bara efni annað þátt, sko. Þannig að Við vorum svo líka með eitthvað punta niður sem Já, til að spyrja ykkur, sko. Gönnum við það, maður. Í það frekar. Á ég lesa 2 spurningar af þessu dótið hana. Var það ekki með punta líka? Já, ok. Það er hérna Are you ready? Já, Herði, nei, mér langar að gefa shoutout. Það var, ok, ég veit hvað ég gerir hérna. Ég veit hvað þetta er illa planað þáttur. Það er hérna, það er eitthvað sem gaf okkur 5 stjörnur á podcast appinu sem heitir Gelgjufæðu keðjan. Þannig að þú veist, ég er ekkert eitthvað að snitsa nafni. Það er hérna, á meðan ég ligg inn á spítala og berst fyrir lífi mínu, þá er podcastalinn að standa sig mjög vel í því að fá mig til að hlæja. Sér maður bara fær tár í augun, sko. Já, finnst það bara svo geðveikt, þú veist eitthvað að berjast fyrir lífinu og eitthvað og þú veist eitthvað Gúmíras. Það er mjög Já, líka töframannstátturinn var líka fucking góður. Já, það er örugglega upp á það státturinn er rugglað þáttur. Þannig að þegar þú tekur í byrjun á sketsin og hann lækna hljóð í kringu og eitthvað. Bara ekki að ég er með leiðilega fréttir. Hann er töframæður. Fyrstu 4 þættinni, finnst það bestur. En þeir eru bara svo classic, sko. Já, það eru classic. Herri, komið með þessar spurningar. Herri, en þegar við vorum að blackmail ykkur, Já. hvað helstu fyrst að vera að biðjum? Helstu bara að biðjum dick pics og eitthvað shit það? Þegar Þú sagði ekki að ég veit poti hvað er að biðjum. Ég voru ekkert að fíla að það var... Nei, ég held sko að þeir myndi... Jú, mest að gegja það. Ég held að þeir myndi Við varum bara á rúndinum Ég og... held sko að þeir myndi biðja hérna, myndir af Arnari. Já. Ég held að þeir myndi biðja myndir af Arnari. Við fengum bara án þess að biðjum, sko. Já, þeir fengu að sjá þess að líka, hann er ekki með andlit. Skilur, þetta er ekkert... Þetta er bara ekki Slenderman, sko. Já, ég fíla að hugsa minn þannig. Já. Bara svona jakka á þetta með bara... Ok. Sé ekki neitt. En já, það er... Stjórna YouTube-un. Næsta spurning. Ég var ekki með fleiri spurningar. Wow! Þeir voru líka bara að búta eitthvað niður, sko. Spurningar, það var bara svona... Ég er búinn að brainstorma eitthvað og síðan þú sendu á okkur að fengum að koma, sko. En síðan skrifa bara Þá aldrei niður. kem ég með það. Ég tek 2 hérna Nei, og síðan... Matti með eitthvað negli, Já, Matti með negli, ok. Nei, ég var bara með, sko, hvað heldur þið með þarna mýmið, þannig að þetta hérna, Gauti og Arnar No-Face eftir hvern þátt þegar Arnar Úlfur er ekki í þættinum og það var hann myndin að gæjunum í sleik. Sýndu þeim. Þannig að þetta. Já, hvað heldum við? Ja, hvað finnst ykkur um þetta mím? Þetta er ekki veit veit. sko. Mér finnst það gott. Já. Við náttúrulega erum sko alltaf þegar við erum einir þá dettum við alltaf í bara í Slella. Já, ég þáttunum gengur mjög vel, sko. þá horfum við alltaf á hérna Ice White Shut og setjum okkur grím. Nei, en það er góða við þegar hérna að þeir sem eru í þættinum er ekki að stýra mýmunum. Þá færðu svona mím. Nákvæmlega, ég var einmitt sko, ég var ekki viss hvað þið mynduð halda um þetta út af því að ég sko Við gerði viljum að þið myndum bara beat us down sko. Já, því ég náttúrulega gerði þetta mím og sendi það á grúppun okkar og var bara svona, ekki að posta þessu rétt ára við komum og afhendum accountinn og svo fokkiðin. En síðan vaknaði ég daginn eftir og þá voru þið búnir að posta því. Og ég var svona, oh fuck, þetta var bara svona djók. Þetta var alltaf bara joke. Ég veit að það hef verið eitthvað, það var ekkert fyndið að vera bara mín, en þetta var fyndið. Já, það var alveg stríða smá. Já, líka var eitthvað svona sleikur. svona full of themselves. Síðan alltaf ferlið hjá okkur að gera mýmin og hendaði mynd. Við erum alltaf með þessa grúppu og hver og einn kannski gera 3 mým hver og svo dæmið bara, þetta er gott, þetta fyrir inn. Og svo bara næst kífa næsta, bara þessi töru góð, við getum farið inn á morgun. Þetta er story mým. Við hefðum bara ógeðslega mikið planað hjá okkur, síðan eitthvað datta út einhvern veginn bara í byrjun ás. Guys, step it up. Núna með definitíð, gauður, við getum mýma sjálf. Gauður, nú getum mýma sjálf. Þið getur mýma sjálf okkur? Já. Ég vil að verði mín við sjálf okkur. Ok, ég gerir mým þig, þú gerir mým Aron og Aron gerir mým. Svo gerum við allir Viktor sem kom ekki. Já. Hann getur kannski komið næst þegar við fáum hvað. Þetta er pípar að Viktor. Já, hann var definitíð getur komið, sko. Hann getur komið og chilla með okkur. Og hérna... Hann er bara Viktor No-Face, sko. Já, hann er Viktor No-Face. Þetta er sonuðinn. Næstir er komið. Og þegar hann kemur næst, getur þú blörrað á hann andlitið. Já, það er fokki fyndið, sko. Næstir er komið
svona eina bara Tökum myndu okkur saman, báði bara blurr. Næstur að komið var næs að ég væri ekki búin að reykja svona mikið illum máli þetta vinnustaður, ég veit því haldið þessi aldrei partíðina og þú mættum ógeðslega mikið út og voru að smóka hérna og byggðu ykkur að hætta því Já, sorry, ég skal reyna það var ekki nóg clear, sko. Já, Það verður hann að disclaimer áttu á mættum, sko. Hann fekk ekki regluna, sko, hann mæti bara í eitthvað svona gengsta þátt, sko. Herru guys, ég ætla að sluta þessu ég ætla að fara sumbústað ég bara Halda áfram að gera fucking memes, man. ekkert meira en að fara í bara heitan pott og borða vöfflur og bara eitthvað keyra út á landi og hlusta á eitthvað Já, maður, bara takk fyrir að koma, þetta var Takk fyrir að lega okkur að koma. Já, bara Ég er alveg anonymous. Já, ég er fangin til það, sko. Motherfucking podcastin Yeah.